vann bara mjög samfærandi sigur á Haukum aftur. Þetta í annað skipti sem liðið mætast og Írringar unnu Hauka náttúrulega ásvöllum í fyrstu umferðinni og já, Vignir, þetta var bara mjög samfærandi og fengum risa framistöðu hjá Matthildi Lilju Jónsdóttur. Ekki nokkuð spurning. Það svona, við höfum mikið talað þetta Sörudögg sem við farið á kostum en þarna sjáum við mitt fyrsta markið hjá Matthildi. Já, meina, hún hefur verið velunni upp á síðkastið með Val í landsliðshóp og Það er býrðu fyndið en... Já, þetta svona slysalegt en ef við segja þetta sé sirkusmark. Já, má segja það, sko. En ég meina, sko, Haukarnir byrja eiginlega aðeins betur í leiknum, ef eitthvað er. Það ná hérna 2-3 marka forskoti og svo einhvern veginn svona, já, molnar aðeins undan þessu hjá þeim. Það eru með ágætir stopp, þurfa að breyta mikið vörn, en einhvern veginn þá, já, heggur Matthildur alltaf á hnútinn þegar þetta eru erfitt. Sara er svona aðeins, já, hálfpartinn tekin umferð og er svona ekki alltaf í öllum árásum og já, bara, hún á bara stórkostlegan leik og er svona klók, er að sækja víti, er að skora fullt af mörkum, stela boltum auðvitað. Þannig að já, það var allavega eftirtektarvert að fylgjast með þessu og hennar framistöðu í leiknum. Hún er líka að vaxa einhvern veginn inn í tíðanbílnum. Hún byrjar svona aðal varnar, tekur eftir eins og varnarmanni, menn hún er vanlandinn í landsliði svona, held ég svona aðalega fyrir bara varnartilburði og svo núna, ef hún er að fara að stíga upp með bæði mörk og gegnumbrotnum og utan að velli, þá mitt, þú veist, minnkar ábyrgðin á Söru í sóknarleiknum og fleiri svona koma að borðinu. Það sem gerist líka, hún getur spilað alla stöðuna fyrir utan og þær eru ekki með neitt örfenda leikmann, allavega ekki mikið í þessum leik og maður sér það ekki mikið, þú veist, sum lið eiga það, þegar missa út örfenda leikmannin þá breytist floti og þetta verður allt miklu stirðara og erfiðara en einhvern veginn halda þær góðum dampi og tempóið er mjög gott í liðinu allan leikinn. Það við höfum ekki farið yfir leik í Írringa áðan sem minnast á Söru Dögg Hjaltadóttur og hún átti enn eitt stórleikinn. Já, þú veist, eins og við vorum farið yfir. Stóðsendingar tekur öll vítin, skorar eiginlega úr þeim öllum og býr til mikið þrátt fyrir að vera, já, plús við að tekinu umferð þannig að, og ef það vantar eitthvað til þess að gera og það er ekkert að stilla upp í gott skot fyrir Matthildi eða Vöggu þá, já, bara ríkur hún á stað og vinnur þetta frábærlega inn á línuna einnig. Og svo náttúrulega er hún með bara fullt af mörkum í sér, hún er með 10 mörk plús í leik. Hún er bara stór, hún er svo mikið árásargirn í henni. Hún er, kemur í þessar árásir en nær samt að halda hendin einhvern veginn lausir til þess að bæði gefa boltann og skora og þú veist það er aðdáunarvert hvað hún er búin að stíga upp en hún fer úr Val í ÍR fyrir að ég held 2 tímabilum inn í ÍR-lið sem var bara í algjöri uppbyggingu vissir ekki alveg í hvað áttar var að fara en er klárlega að uppskýra bara bæði sjálf sem einstaklingur en líka bara einhvern veginn með liðinu og ég held hún sjá ekkert eftir að fara upp í Breiðholt. Nei, alls ekki. Hún er líka að spila mjög stórt hlutverk í vörn. Hún spilar vörn og sókn allan leikinn. Hún fær held í 1 mínútu eitthvað til þess að rétt til að kasta með henni og hún er líka mjög mikilvæg með fullt af stoppum og bara greinilega algjör lykilmaður í liðinu.